Mér langar til að vita hvernig þið hafið það nú í Japan. Við höfum það bara mjög gott. Ég að fara að klára tungumálanámið núna eftir 1 viku. Já. Og svo verður kristnibóðsráðstefna núna í næsta mánuði. Og svo flytjum við til Fukuyama, þar sem við verðum næstu árin. Hvað segirðu með námið? Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið ágætlega. Þetta er búin að vera 2 ára nám, en þó ég sé búin með það, þá er ennþá margt eftir ólært. Ég hef ágætis tilfinningu fyrir hvernig málið er og hvernig það virkar, en þetta er að mörgu leyti mjög flókið tungumál. Þeir eru með svona þérun er mjög mikilvæg í Japan. Já. En þeir eru með ekki bara eina tegund, heldur 3-4. Já. Það gerir þetta tungumál mjög flókið. Það þarf að vita hvort að viðmælandinn er manni hærra settur eða lægra settur eða þá breytast orðin og hvernig maður nota tungumálið. Já. Það gerir þetta flókið. Já, en þú ert þannig að geta talað og haft samband við fólk? Já, svona þegar ég veit hvað umræðuefni snýst þá get ég náttúrulega fylgst með í samræðunum og haft uppi samræður. Og ég hef líka predikað hérna í kirkjunni, þar sem við búum 3 svar. Já. Þannig að það er svona ýmislegt sem ég get gert, en ég finn fljótt þegar ég tapa þræðinum og ég veit ekki almennilega hvað umræðuefni snýst og þó ég skilji kannski megnið af orðunum í setningunum, ef það er einhver orð sem ég ekki skil, þá getur maður fljótt tapað þræðinum. Hvernig er það? Nú er það að fara á nýjan stað að byrja starf, er það ekki? Jú, það er borg sem heitir Fukuyama og er í Hiroshima fylki. Þetta er svona ekki stór borg á japanska mælikvarða, það er svona 500.000 mann sem að býða. Hannes, heyrðu, við erum aðeins að gera spátt. Já. Hannes, þú voru að sitja hérna við hliðina á mér. Þetta er bara gaman að þessu. Við flytjum núna 16. mars. Og svo... Ég trúður, lala. Hannes, aðeins að róa. Og okkur verður fagnað þar í kirkjunni 1. apríl. Hvað kemur til með að gera þannig í þessari kirkju á nýja staðnum? Já, ég kem til að þjóna sem prestur í safnunum og ég verð til að byrja með þá predika ég 2 í mánuði, en svo eykst það nú þegar ég verð orðinn aðeins færar í tungumálinu upp í að vera 3 í mánuði og svo verð ég ábyrgur fyrir biblíulesturum og öðru svona starfi sem að verður innan safnaðarins. Þú verður með eitthvað á ensku, er það ekki? Jú, það eru möguleika í kirkjunni að til dæmis vera með enskukennslu fyrir krakka og líka fyrir fullorðna. Já. Það er ekki neitt ákveðið ennþá. Eftir því sem að við kynnum söfnuðunum þá getum við rætt það með fólkinu sem er þar, hvað við viljum leggja áherslu á. Já. Nú, þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þessu og ég veit að kristnibóðsvinir hafa mikinn áhuga á þessu nýja starfi okkar hérna í Japan. Viltu ekki að lokum senda einhverja kveðju til kristnibóðsvinu og hérna á vikuna? Jú, við viljum þakka kristnibóðsvinum fyrir fyrirbæn og allan stuðning sem það hefur sýnt okkur. Og það er okkur forréttindi að fá að vera sendi fulltrúar samband íslenska kristnibóðsfélagi hérna í Japan. Þetta er nýtt land fyrir Íslendingum, en við erum hérna í samstarfi við Norðmenn sem hafa verið hérna í
mörg ár. En þetta verður mjög spennandi fyrir okkur að fá að flytja á nýjan stað og fá að byrja að starfa á þessum stað. Við viljum bara óska ykkur alls góðs og blessunar í starfinu og við munum fylgjast með ykkur af miklum áhuga þegar þið komið á nýjan stað. Takk þér fyrir. Það er gott að vita því. Verið þið sæl og blessur. Já, allt í lagi. Já, takk fyrir.